Allir að brosa. Halló! Hvað segið þið? Já? Vel gert. Hæ. Já, sömuleiðis. Herjá, við erum á sirkusnámskeið hérna á Svalbarðsströnd. Já. Það er ógeðslega gaman. Allir með náttúrulega. Já. Það var alltaf með, þetta er allt mjög flott. Já, þeir eru svolítið út um allt hérna, sko. Já, ég bara skiljanlega. Stundum eru þau upp í loftinu og bara, já. En svona fyrir fólk sem situr heimur og velta sér fyrir sér, hvað erum að vera? Hvað er í gangi hér? Herðu, við erum með sirkusnámskeið. Já. Og við erum í heila viku hérna saman, við erum að læra að gera alls konar. Herðu, þetta er svona hljóðnefn, svo þau heyri hvað ég er að segja. Yeah. Hvað eru búin að gera í vikunni, Villa? Þetta. Viljið þið? Já, herðu, við erum búin að gera þetta. Já. Hvað heitir þetta, Reynir? Nei, Friðrik. Þetta er mannaæti. Veltibretti. Veltibretti, einmitt. Og þetta er meira en að segja það, að standa á einu svona. En krakkar, þið megið segja þið. Já, hvað eru þið búin að vera að gera? Vera á veltibretti, húlla. Veltibretti og húlla og búið til svona píramída, mennskan píramída. Og er þetta bara ekkert mál að hanga svona leika listi sínar í þessu? Hvað segir krakkar, er þetta erfitt? Nei, ekkert mál. Sko það sem skemmtilegasta við sirkus er að það er að gera ógeðslega erfitt og svo líka þetta að gera auðvelt og svo allt á milli. Allt á milli. Þannig að sirkus er fyrir alla, það geta allir haft gaman af því að prófa sirkus. Já. Og svo er þetta eins og aðrar íþróttir, ef maður ætlar að fara út í afreksmennskuna, þá bara er það ein leið og svo er maður líka bara að gera sirkus til að hafa gaman. Hvernig kviknaði áhugi þinn á sirkusum? Þú ert nú búin að starfa með sirkusum víðum heim og koma fram, já. Byrjaði bara óvart. Ég var í ferðalagi í Mexíkó. Hitti fólk sem var að, tromma og gera svona eldlistur og svona og mér fannst það áhugavert. Já. Fór að tala við þau og svo endaði þetta á því að vinur minn sagði við mig í almenningskari, heyrðu, þú mátt prófa, hann var að juggla og ég var bara að horfa og bara, vá, juggla kilfu, ógeðslega kúl. Og ég sagði, nei, ég get ekkert neitt svona, ég hef enga samhæfingu, þetta er allt og værið fyrir mig. Og veist hvað hann gerði? Hvað? Já, slott. Herru, hann rétti mér eina kilfu og hann sagði, kasta þessu bara milli handanna árinur, þú ert ekki að fara að klúðra því og hvað gerist? Það versta sem gerist þegar hún missir hana og tekur hann upp aftur, ferð aftur að leika þér og ég bara svona, já þú meinar, ég gat ekki sagt nei við þessu. Nei. Og þannig bara kviknaði bakteríun sem fór ég að prófa fleiri og fleiri hluti og þetta er svo gaman, þetta er búið að gera bara gleðitilveru mína svo mikið til gleði og þess vegna verði ég náttúrulega að kenna þetta og dreifa fagnaðarerindun af því að þetta er svo gaman. Einmitt, koma þess áfram til næstu kynslóðar sirkuslistamanna. Einmitt, og þetta er svo fjölbreytt líka. Þetta er rosa fjölbreytt. Þið eru að gera alls konar, greinilega. Við erum að gera allt frá einhverjum litlum, rólegum hlutum yfir í stóra hraðahluti. Það er ekkert inni núna, en í gær voru að æfa okkur hjóla á einhjóli. Já. En erfitt. Erfitt, mikið jafnvægi væntanlega sem þarf til þess að það gangi upp. Já, en þau voru nú samt sammála mér í gær sko að það þau munalegt þegar þau voru að læra hjóla á venjulegu hjóli þá var það líka rosalega erfitt þegar byrjuð. Já. Svo bara einn daginn allt í einu gerist þetta líka með fattar, hei, þetta virkar svona. Og það er bara eins með einhjólin? Bara eins með einhjólið. Já. Já, heyrðu, krakkar. Vorum við ekki með einhverja hugmynd? Ætluðu þið ekki að skora á hann Villa? Jaha. Að húlla? Ertu ekki góður í að húlla? Jú, við skulum segja það. Ég sé að þú komst tilbúin. Þú ert í svona aðsniðnum fötum sem er ekki mikið að fara að flækjast fyrir. Nei, ég passaði það. Þetta eru húllafötin mín. Þannig að við erum með einn lítinn sætan húllarhring. Við bjuggum þennan til í gær. Já. Já, hann er rosalega líf. Manstu hvaða lit þú teipaði? Maður varla sér þennan hring. Þetta er bara eitthvað fjólubláa. Já, þetta er eiginlega svona eins og lilla buttarringur. Já. Herðu, hver ætlar að sýna Villa hvernig þetta er gert? Hvernig í ósköpunum á maður að húlla með
Komdu frá Óli, svo verði ekki að klassu. Ok, passið ykkur. Sjáu þið. Í hvers skipti hringurinn fyrir hringu utan á, þá þarf það bumban. Einmitt, sko. Næs. Þau láta þetta lítið út fyrir að vera ekkert mál, sko. Sko, það er nefnilega sirkusinn að snýst svolítið það að gera erfiða hluti, láta það lítið út fyrir ekkert mál og láta alla hrífast með að segja já, ég vil prófa þetta. Já, akkurat. En þú ert alveg hérna í mjög hérna, já. Þetta er öruggt umhverfi. Þetta er öruggt umhverfi. Við hlæjum með þér en ekki að þér, sko. Já, Alveg hérna. Það er ykkur alveg frjálst að hlæja því að ég held að ég hefði nú svona tilfinningunni, sko, að þetta enda ekkert mjög vel. En kannski gerist eitthvað sem kemur þér á óvart. Ok, munna bara, fyrst byrja eins og sleggjukastari. Nú ekki að meiða neitt hér. Nei, passið ykkur. Ok, og við gleymdum sleggjukastinu. Gerðu þetta aftur, farið í eitt hring hérna. Eða kannski svo kringlukastari meira. Á ég snúa þér? Erðu, sko, kallinn. Þetta var nú betra en ég hélt að yrði, sko. Og líður ekki æðislega núna? Nú ertu búin að húlla stærsta húllaringnum á Norðausturland. Sjálfstraustið er í hæstu hæðum, sko, eftir þetta. Þannig að fyrst ég gat þetta svona nokkurn veginn, þá ætti þetta nú að vera á færi flestra, held ég svei mér þá. Ekki út yfir dýnuna? Þetta er alveg magnað, bara takk fyrir að leyfa mér að koma hérna inn og okkur og gæjast inn í þessa frábæru hluti sem við erum að gera. Já, bara takk fyrir að koma og bara það er ávallt mín ánægja að leyfa fólki að prófa. Það er að skemmtilega sér veit, leyfa fólki að prófa. Ég sé líka að þá verður fólk svolítið ánægðar. Ég sé að þú ert alveg svolítið ánægðari með þig. Ég er bara ljóma, ég fer sko glaður inn í helgina. Er það ekki? Þetta er magna, bara kærar þakkir. Ekki málið.